Tvær stjórnmálakonur sýndu iðrun sína helgina vegna bankahrunsins og 3 þingmenn hafa vikið tímabundið af þingi. En hafa stjórnmálaflokkar þá gert hreint fyrir sínum dyrum eða eru frekari afsökunarbeiðnir og afsagnir nauðsynlegar og almenningur tilbúinn að hlusta á slíkar beiðnir? Hvert framhaldið í íslensku stjórnmálum eftir hrunskýrsluna miklu? Við ætlum að ræða þetta hér rétt á eftir. En fyrst það stjórnmála ástandið eftir hrunskýrsluna miklu. Þau eru sest á brynju, þau Silja Bára Ómarsdóttir, stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands, sem einnig hefur gegnt trúnaðarstörfum fyrir Vinstri græna, og Stefán Einar Stefánsson, viðskiptasiðfræðingur við Háskólann í Reykjavík, sem hefur jafnframt sinnt trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Velkomin, bæði tvö. Takk fyrir. Já, það var iðrast töluvert helgina. Þarna var verið að vísa í Þorgerði Katrínu og Ingibjörgu Sólrúnu. Jóhanna Sigurðardóttir hélt einnig ræðu og sagði Samfylkinguna hafa afvegaleiðst í blerisma. 3 þingmenn sagt af sér tímabundið. Þetta það sem við höfum séð undanfarna daga. Mig langar að spyrja ykkur, þetta nóg? Þurfa stjórnmálamenn að gera meira, ganga lengra? Hvað heldur þú, Silja? Já, ég er svolítið erfitt að segja, hafa stjórnmálamenn gert nóg, það er svolítið flokkarnir sem þurfa að gera upp sína hugmyndafræði, sína stefnu. Auðvitað eru stjórnmálamenn sem að bera ábyrgð á framkvæmd þeirra stefnu, en ég held að þetta er stærra heldur en kannski einhverjir einstaklingar. Það eru auðvitað fólk ennþá sem situr á þingi sem að hefur ekki gert hreint fyrir sínum dyrum, og það má alveg fara fyrir því rök að það verið eðlilegt að bíða þannig til þessi skýrsla kom fram og gera það þá, en það mætti túlka einhverjar yfirlýsingar svona sem sekt áður en að eitthvað væri borið fram. En jú, ég held að það eru ýmsir sem eiga eftir að svona útskýra af hverju þeir tóku þátt í ákvörðunum sem að við horfum á í dag og teljum í vafasamt að það hafi verið réttmætar. Og það lykillinn að endurreisninni í stjórnmálastarfinu, að þetta fólk stígi fram, viðurkenni ábyrgð sína, segja vel af sér, eða hversu langt þarf að ganga? Ég held að það þurfa að gerast. Auðvitað þurfa menn ekki að ganga lengra per se. Þessir einstaklingar hafa umboð út frá kosningunum til þess að sitja þarna áfram. En ef að menn vilja ganga skref sem að tryggja það að traust aukist að nýju fyrir en ella hefði orðið, ef við viljum að meiri ró komist á samfélagið og meiri líkur séu þar með til þess að sé hægt að greiða úr flóknum málum, þá er eðlilegt að fleiri stígi fram og geri mitt eins og Silja segir, hreint fyrir sínum dyrum, og í ákveðnum tilvikum hreinlega stígi til hliðar. Ekki vegna þess að endilega menn hafi brotið lög eða siðareglur, heldur vegna þess að grundvallartraust er ekki til staðar lengur, sem þarf að vera til staðar, og í slíku ástandi hjá heilli þjóð þá skipta vegtillur einstaklinga einfaldlega miklu minna máli heldur en heildarhagsmunir sem meðal annars lúta þessu trausti. En hverjir eru það sem eiga að stíga fram? Nú vorum við að nefna þarna þessa 3 þingmenn, Björgvin G. Sigurðsson, Illuga og Þorgerði Katrínu sem ætla að víkja tímabundið að þingi. Eru það fleiri sem að þurfa að axla slíka ábyrgð? Já, hvort að fólk þarf að víkja þingi ekki, eins og Stefán nefndi, að fólk hefur fengið umboð til þess að sitja áfram. Við höfum kosningar eftir hrun. Núna eru náttúrulega alltaf þessar upplýsingar komnar út í almenna rýmið sem að þarf að taka tillit til. Þessir einstaklingar sem að sátu á þingi áttu þátt í ákvörðunum sem að leitu til hrunsins eða höfðu áhrif á það einhvern hátt. Þeir verða náttúrulega að taka svona til sín. Ég hef engan sérstakann áhuga að vera að nefna nöfn, það hefur verið fjöldi nafna í umræðinni, fólk annarkvort sem að tók óhafleg lán og mætti þá velta fyrir sér hvort að hagsmunir þeirra hafi verið tengdar í velferð fyrirtækja heldur en almennings, sem að skapar spurningu trúverðugleika ákvarðana þeirra. Síðan er fólk sem að satt í ríkisstjórn og tók þátt í að breiða út eitthvað sem að við vitum í dag var ekki satt sterka stöðu bankana. Tölum aðeins þau, til dæmis Össur Skarphéðinsson og Jóhannu Sigurðardóttur sem voru bæði í ríkisstjórn fyrir hrun. Tölum aðeins þau. Hver er staða til dæmis Össurar sem heldur til dæmis að kemur fram í skýrslunni ákveðnum upplýsingum frá viðskiptaráðherra? Hver er staða Jóhannu? Þetta eru einstaklingar sem að þetta spjótin standa á vegna þess að þau sátu í ríkisstjórn. Reyndar eru líka þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem enn sitja sem að sátu í ríkisstjórn og þeir eru þetta að bera sína ábyrgð líka. Þeir sátu ríkisstjórnarfundi þar sem að þeir fengu upplýsingar í byrjun árs 2008 en það ástandi verið grafalvarlegt. Og þó þessir einstaklingar hafi verið fagráðherrar, þá var þetta með valdamesta fólki í landinu á þeim tíma, bæði inn í þinginu, inn í ríkisstjórn og gagnvart fjölmiðlum, og það hefði getað hreyft málum með öðrum hætti heldur en ég og þú getum gert. Þar með bera þeir tiltekna ábyrgð. Þú nefnir Össur sérstaklega og það er mjög áleitið mál sem að þar kemur upp og það hefur í raun og veru lítið sem engin efnisleg umræða farið fram um það og hann hefur ekki svarað fyrir það
og það þarf að gera betur grein fyrir því hvernig stendur á því að leiðtogar ríkisstjórnarinnar halda upplýsingum frá fagráðherra, við erum að tala viðskiptaráðherrann í landinu. Það ljóst að bankakerfið að fara að hrynja og það tekin ákvörðun það meðvituð að halda upplýsingum frá þessum aðila. Maður sem á samkvæmt öllum venjum og öllum lögum að hafa eitthvað með þetta að gera og það í hæstamáta óeðlilegt. Og það hefur ekki, við höfum ekki fengið nægileg svör frá utanríkisráðherra það hvernig stóð á því að hann greip ekki inn í og upplýsti Björgvin G. Sigurðsson á þessum tíma það hversu alvarlegt ástandi var. Það hefði verið langheiðarlegast, það hefði verið eðlilegast og ekki bara gagnvart Björgvin, heldur þjóðin allri. Hann var viðskiptaráðherrann okkar allra. En hvað með Jóhönnu? Já, hún var vist í þessu kjarnateymi eða ekki, sem að var upplýst ákvarðanir og svona, ég meina þetta er auðvitað vandamál sem hann bara næri gegnum öll stjórnmálin í raun og veru. Hefði fólk átt að grípa inn í, hafði það getu til þess og trúveruleika og þar fram til göttunum. Það er bara mjög erfitt að sjá, en Jóhanna var eftir hrun sá einstaklingur í samfélkingunni sem kannski hvað síst tengdist þessari uppbyggingu kerfisins sem að síðan hrundi sko. Hennar gagnrýni á stjórnvöld í gegnum hennar stjórnmálaferil hefur kannski skapað henni ákveðin trúveruleika. Hvort að núna sé þá ég veit ekki hvað þessi skýrsla gerir fyrir hana, en ég held ekki að hennar sko trúveruleiki inn í flokknum allavega sé eitthvað rýrður í dag. En tölum aðeins meira sjálfstæðisflokkin. Þorgerður Katrín varaformaður fyrir Randi og svo Bjarni Benediktsson. Hún víkur á þingi, segir af sig sem varaformaður. Á hún endurkvæmt í stjórnmálin og hver er staða Bjarna Benediktssonar? Hún flutti merkilega ræðu á Reykjanesinu núna helgina. Fór yfir málin og mér fannst hún gera það af einlægni og rétt eins og Ingibjörg Sólrún, og þetta eru báðar stórmerkilega ræður. Ég veit ekki hvort að Þorgerður eigi afturkvæmt, auðvitað þarf tíminn að leiða í ljós, en ég var búinn að lýsa þeim sjónarmiðum fyrir mörgum mánuðum síðan að það væri eðlilegast og þægilegast fyrir alla að hún myndi víkja til hliðar. Það var ekki sérstakur áfellisdómur yfir henni og maður finnur þetta til með fólki sem að lendir í þeim aðstæðum að, ef að svo má segja, sem að þarf að líða fyrir maka sinn og það er óþolandi mál í þá veru. En það er nauðsynlegt að einhugur og traust ríki til einstaklinga og hún er þarna með ákveðnar skuldbindingar. En hvað með Bjarna? Það er nú líka eitthvað vafasamt þarna í skýrslunni hann. Það kemur fram að hann var atorkusamur í viðskiptalífinu hér fyrir hrunið og áður en að tók að sér formannsembættið í Sjálfstæðisflokknum. Hann segist hafa gert grein fyrir sínum málum, en hann tengist þessum mönnum ákveðnum hætti. Hann hefur viðurkennt að hafa farið með einkaþotum og þegið boðsverðir og hann segir sjá eftir því. Og það er svo kjósenda að meta hvort að þessi ákvörðun hans að sitja áfram sé réttmætið ekki. Og það tíminn að leiða í ljós. En hvernig fannst þér ræða Ingibjargar Sólrúnar? Mér fannst hún gera heiðarlega grein fyrir sinni aðkomu og svona, mér fannst bæði Ingibjörg Sólrún og Þorgerður Katrín taka ákveðið skref sem aðrir hafa ekki gert, sem er að sýna iðrun, að viðurkenna mannlegan breyskleika, og mér fannst þetta gaf mér meira heldur en það þegar að aðrir þingmenn hafa farið í tímabundi leyfi vegna þess að það er einhvers konar sakamál sem kannski ekki sakamál, en það er verið að bera á þá mjög alvarlegar kærur eða bera á þá alvarleg mál. En er þetta að lesa eitthvað dýpra í ræðuna? Framtíð hennar? Ég held að bæði Ingibjörg Sólrún og Þorgerður Katrín eru konur sem að hafa mikinn áhuga á því að láta til sín taka í samfélaginu, og ég held að það jafnvel báðar myndu vilja snúa aftur. Ingibjörg Sólrún náttúrulega vék, það voru veikindi og plús hrunið, spurning hvort hún hafi áhugað að koma aftur. Hún, með því að bjóða sig ekki fram síðast, náttúrulega er svolítið kannski, við vitum ekki hvernig stuðning hún hefði fengið. Þorgerður Katrín fékk stuðning síns flokks eftir hrunið, og þá held ég að það hafi nú legið nokkuð fyrir svona hvernig aðstæðurnar voru. Fólk vissi, það var strax komið fram hvernig málið var háttað. En heldur hún hafi þarna verið að undirbúa? Já, Ingibjörg. Já, endurkomu sína.
ég held að hún allavega lokaði ekki fyrir hana. En mér langar kannski að bæta við, sko, mér finnst athyglisvert með Þorgerði vegna þess að nú ekki, sko, verið að fara að rannsaka mál gagnvart henni, sko, hvernig hennar brottför af þingi, hvernig hún kemur til að það þessi svona, þetta siðareglur, þetta ekki lögbrot, hvernig gæti hún fengið, sko, uppgjöf saka innan gæsalappa? Að getur hún komið aftur inn á þing eins og mögulega Illugi ef að hans mál eru gerðu upp. Það enginn endapunktur í meðferð á hennar mál einhvern veginn. Nei, hún fær ekki þessa fyrirgefningu, sko, á raun var ekki möguleika á þessari formlegu fyrirgefningu lagalega. Þannig að þetta einhvern veginn allt önnur umgjörð í kringum hennar mál, sko. Það sem þarf að gera núna, að mínum að í varðandi þessa óljósu stöðu þessa fólks, að koma á fót samskonar nefnd og starfræktir í Bretlandi og ég hef lýst þeim sjónarmiði hér hjá ykkur áður sem að fer í gegnum álitamál sem tengja stjórnmálamönnum, hvernig þeir eru í tengslu við viðskiptalífi, hvernig þeir haga sér á markaði, öðru slíku. Þannig að það sé hægt að setja viðmið með viðbrögðum við aðstæðan sem uppkoma, þannig að við gerum okkur betur grein fyrir því hvernig landslagið og þannig að við getum sett sama mælikvarðan yfir alla stjórnmálamenn í þessu, en það sé ekki farið í svona persónlega nornaveiða sem svo algengt. En samt sem áður landslagið svona, fólk að kalla eftir afsögnum og afsökunarbeiðnum, en svo þegar það koma þá finnst fólkið of seint og lítið. Jarðvegurinn nægilega verið undirbúin, fólk tilbúið til þess að taka á móti þessum afsökunarbeiðnum og þær trúverðugar eins og landslagið núna? Það sko, manni sýnist fólk ekki vera kannski ofboðslega tilbúið til að taka á móti og það eðlilegt. Við erum ennþá í tilfinningalegu uppnámi bara svona sem þjóð eftir allt sem hefur gengið síðust 18-20 mánuðina. En þetta einmitt eitt af því sem ég fannst mjög athyglisvert þegar að siðaskýrslan var kynnt með rannsóknarskýrslunni, að sá hlutennar, það sem var tekið fram, sko, að nú þurfum við að vera fólk til þess að taka við þessari skýrslu og í því náttúrulega felst líka að fara í gegn og meta það að fólk var að vinna líka eftir því sem það taldi. Það voru mjög margir sem trúðu því að þeir var að vinna af heilindum og höfðu ekki aðrar upplýsingar og þá þurfum við að svona átt okkur á því, sko, hverjir það eru sem bera sök, gera upp og þetta svolítið rætt, sko, þegar að hrunið byrjaði, hvort við þyrftum svona sannleiksnefndir eins og voru í Suður-Afríku eftir aðskilnaðarstefnuna, að þar sem að fólk kemur fram og því fyrirgefið. En við verðumst ekki vera alveg komin þangað, sko. Nei, það kannski eitthvað í það, eða hvað? Þetta nauðsynlegur partur af því að gera þetta upp? Rannsóknarskýrslan var mjög nauðsynlegur svona grundvöllur og við þurfum að fara betur onni í alla hluta hennar. Við þurfum líka að fara onni í andmælin sem að veitt voru og eru aðgengilega á netinu. Við þurfum að bíða eftir ákveðnum viðbrögðum frá mörgum þeim aðilum sem að fá þunga dóma en höfðu ekki andmælarétti líka. En eins og í siðfræðihlutann sem þú nefnir, sem er merkilegt plagg að mörgu leyti, 8. bindið, þar eru lærdómspunktar sem að menn geta tekið til sín. Háskólarnir geta gert það, stjórnmálamennirnir, viðskiptalífið og almenningur. Og út frá þeim punktum sem að í meginatriðum eru mjög góðir, eigum við að byggja og vinna á þeim vegna þess að það hlýtur að vera markmið okkar fyrst og fremst að reyna að komast út úr þessu þannig að við getum hafið svona eðlilegt þjóðfélags ástand aftur til vers og virðingar og að mér skoðast vil ég ekki deyja hér gamall maður og ennþá í þessari ormagrifju sem til staðar er núna og umlykur nánast allt samfélagið. Það sem maður er að vonast til að komi út úr þessu einhvers konar uppgjör, einhvers konar lærdómur og nú nefnda störfin sem á að hjálpa okkur að vinna úr því og þá náttúrulega að eitt af því sem mér finnst kannski standa upp úr þessu sko hvernig hagsmunir þingmanna að skarast við viðskiptalífið. Til dæmis regla það að þingmenn ekki þiggja laun fyrir annað heldur en þingstörf, eitthvað sem við verðum að taka. En þú telur ekki að það þurfi einhvers konar frekari hreinsanir og það sé nauðsynlegt að það þurfi að skipta út fleirum til þess að við komumst á þennan stað bara östutt? Ég held sko að kosningar innan ekkert svo langs tíma séu nauðsynlegar. Ég veit ekki hvort að þessar afsagnir séu sko að fólk eigi að standa sko stíga fram og taka á sig einhverja sök. Ég veit ekki hversu mikið gott að gera okkur. Ég held að svona sem heild að þá fáum við meira út úr því að fara í kosningar innan kannski árs til 18 mánaða eitthvað svoleiðis og hreinlega fá að kjósa aftur með þá þessar upplýsingar sem að nú liggja fyrir sem ekki gerðu þegar við fórum í kosningarnar í fyrra. Já, látum þetta vera lokaorðin. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.